Frosti Lóðarsson, hjartalega velkomin í brottkastið. Nú ég að spauga, þetta heitir náttúrulega sjókastið, en það voru margir sem stungu upp á því að þátturinn ætti að heita brottkastið, en áttum sig ekki á því að þú myndir sennilega fara bara í mál við mig, ég myndi kalla það. Já, ég veit, varst að hugsa þetta nafn, brottkastið? Sko, nei, það er brottkastið væri svona, að því að þetta er sjávarútvegs hlaðinn þáttur og við erum hérna númer 1, 2 og 3 að reyna að vekja svona jákvæða athygli. Það er það sem er allan mitt markmið að fá svona jákvæðan vinkil á sjómennsku og sjávarútveg. Akkurat. Þá væri titillinn brottkastið ekki alveg við hæfi. Nei. Nei, það er fyndið og nefnir þetta því að brottkast er náttúrulega sko hugmyndin, svo fyrsta hugmynd þar sem maður var bara að láta hugmyndirnar svona einhvern veginn malla í þegar ég var að hugsa fyrirtækið brottkast. Þá var ég staddur út á sjó. Já. Og ég vissi bara að ég þurfti að láta þetta heita eitthvað kast af því að þetta eru podcast. Já. Og brottkast kemur upp í hugan sko. Já. Og síðan þróast það að ég vildi búa til eitthvað svona nýtt íslenskt orð og var þá að horfa til sko, ég held að það hafi verið Árni Jónsson sem var snillingur í þessu. Hann til dæmis hann fann upp nafn hljónstarinnar Brimkló og Trúbrot. Okay. Já, flott nafn. Og þetta er mjög flott nafn og það sem er leikur að því að taka 2 íslensk orð og setja þau saman og búa til nýtt og svona þannig að úr þessari brottkast hugmynd þá þróast það yfir í brottkast í anda Árna Jónsson til þess að gera eitthvað svona alveg nýtt og svo er þetta náttúrulega tenging í bandaríska orðið broadcast. Já, akkurat. Þannig að þetta er eiginlega alveg fullkomin átt sko, ef þú spyr mig. Já, og þetta var kannski líka á tímabíli þínu lífi, þar sem að þú varst kannski pínu brotinn, en það ekki? Já, það má kannski segja það. Það var kannski spilað eitthvað inn í. Þarna var ég að endurhlaða batteríin út á sjó. Já. Og sækja mér lífsreynslu á því sviði. Bara breyta aðeins til. Við ætlum að taka okkur svolítið tíma í að fara út í sjómennsku partiðin á eftir. Já, en við skulum taka samt fram að ég er nú örugglega af þínum viðmælandum með minnstu reynsluna af sjómennsku, þannig séð. Þetta er náttúrulega bara einhverju 6 mánuðir sem ég dýfi tánni í þetta en það var mikið reynsla sem ég get alveg eitthvað rætt. Þú ert með meiri reynslu heldur en aðrir viðmælendur. Ég hef fengið meðal annars Hauk Hólm, fréttamann sem að var til sjós en bara 1 sumar. Já. En það bara breytti líf hans og það var svona vinkillin sem ég vildi fá inn í þáttinn sko, sko ég og líka vinn sem að fór bara 1 viku með mér á Sturlu H. Böðvarsson þegar við vorum sko 17-18 ára gamlir og það mótaði hann töluvert þessi 6 dagar á sjó sem að hann fór á 17 ára gammal. Ég tengi alveg við það. Og tengi við það. En sko, ég nú ætla að segja þér aðeins af sjálfu mér, þó að þetta sé nú ekki, það ætti ekki að vera mitt hlutverk, þá ætla ég að segja nefnilega að bróðið mér sem er 2 árum eldri en ég, við vorum alltaf sko í smá stríðum það að reyna að vera ólíkir og hann er á undan mér að leiðast út í svona rock-senu og var í einhverjum dauðaroksljónsveitum og hlustaði mikið á Exið og til þess að vera svona í uppreist gegn bróðið mér þá hlustaði ég náttúrulega bara á Händel og Bach og útvarp Rondo sem að hét. Já. Þannig að ég fór svolítið á svig við það að hafa þig með mér í uppvexturum eins og bróðum minn. Þannig að við þurfum svolítið að byrja svolítið á byrjunin að kynnast. Ég þarf að heyra svolítið sko Frosti, ég missi að því að kynnast þér í gegnum Exið og Mínus og hvað heita, Ghost Digitalið það ekki líka og allar þessar hljómsveitir sem þú varst í. Já. Hvaðan ertu? Byrjum aðeins bara svona á byrjunin. Já, ég er fæddur uppalinn í Garðabænum og það er alveg rétt að svona stór hluti af ævi minni og upphafið og uppeldið og unglingsár og svona þegar komast á fullorðinsár er bara þá er bara tónlist mitt aðal áhugamál og bara allt mitt líf litast rosalega mikið af því. Það komst ekkert annað. Ég var aldrei inn einum íþróttum og ég bara byrjaði eitthvað 12-13 ára gamall eitthvað að fikta í rafmagnsskíturum og svona og er síðan bara í svona hljómsveitastússi alla tíð og lífið gengur bara út á einhvern veginn að kaupa geisladiska sem þá voru vinsalir einhverjir hlustundur kannski veit ekkert hvað það er en
að komast yfir fágæta geisladiska sem að, þú veist, því að það er svo breytt núna, nú ferðin á Spotify og getur fengið allar einhverja smáskífur og svona útgáfur sem að voru sjaldgæfar og eitthvað, en í þá daga þá þurftur að komast yfir á og það var mikið gull sko að þú náðir þessari smáskífu sem var bara gefin út í 1000 eintökum eða eitthvað svona. Akkurat inn á Spotify er meðal annars í miklu uppáhaldi hjá mig, það er Svalaplata, þetta var kassetta sem að fylgdi með Svalafernum. Já. Eða þú keypti kippa á Svala þá voru þannig nokkur lög með Björgvin Halldórsinni og eitthvað svona. Þetta er til sem plata inn á Spotify. Það er allt inn á Spotify. Þú þurftir að hafa meira fyrir. Það er búið að kippa sko botninum undan þessu safnara æði sem ég var með og ég átti náttúrulega lengi fulla hillur sko stæður af geisladiskum sem voru misverðmætir. Það er allt einhvern veginn bara orðið verðlaust en þetta var líf mitt bara algjörlega ég og fara á tónleika og horfa á hljómsveitir og ég mitt eftir 10. bekk þá fórum við félagi minn fórum beint út á Hróarskeldu. Ég held að 16 ára unglingar séu, það er ekki margir sem að fá að gera það í dag. Nei. Og ég er á Hróarskeldu næstu 9 ára og eftir, bara alltaf bara árlegur viðburður að fara þangað og önnur festival í Þýskalandi og Bretlandi og svona bara, þetta var algjörlega bara líf mitt og þess að enda ég inn á X-inu, þú veist, bara úr þessum einskjara tónlistar áhuga. Ég beði að vera með þungarokksþátt einu sinni í viku Máni vinur minn var reyndar með hann fyrst en hann hafði bara ekki hundsvita á þungarokki og ég var alltaf að láta hann hafa geisladiskana og svo tók ég bara við þessum þætti. Ég skil, hann hefur fengið giggið þannig á X-inu því að hann var frambærilegur. Já, hann kynntist Einar Erni Benediktsinni Sigurmúla sem var tengdur X-inu á þessum tíma og var alltaf með X-listan vikulega og þeir kynnast bara í gegnum svona edrúmennsku. Máni fór í meðferð og Einar var rómaður, edrúmaður og Einar sjanghæjar hann einhvern veginn á X-ið og ég fylgdi svona í kjölfarið og svo var maður þar bara alla tíð sko, í 23 ár var ég á X-inu 977. Já, vá. En sko þegar þú ert alast upp í Garðabænum og ert með þennan óbylandi tónlistaráhuga, kemur þetta eitthvað, er einhverja fyrirmyndir í fjölskyldunni eða hvað? Nei, ekki þannig, þú veist. Afi minn heitinn sem var fallin frá áður en ég fættist var stór söngvari. Hvað er þá? Kristján Kristjánsson hérna og svo bróðurinn er ömmu Sigfús Halldórsson. Já, ok, það er nú eitthvað blóð í þér. Já, það er eitthvað blóð í mér en þú veist, þetta voru ekki beint svona fyrirmyndir því að vera alast upp, það var aðalega bara þú veist, strákurinn í næsta húsi sko, sem var trommuleikari í Döðurokksonsett sko, sem var aðeins eldri en ég og maður elti það, ég var alveg forfallin Döðurokkari. Já, og varstu svona dauðarokkari líka í þínu sinni, varstu óstýrilátur úlingur eða hvernig var þetta? Já, sko, mamma segir nú ég hef alltaf verið rosa ljúft barn og ég var ekkert hættulega brjálaður úlingur en ég fór náttúrulega svona að leiðast út í alls konar svona óæskilega hluti einhvern veginn bara svona fyllir já, bara þannig en þú veist, allt samt innan þeirra marka ég misti aldrei, þú veist, einhvern veginn sjónar af lífinu sko. Nei. Það var bara svona hóflegt rugl eins og maður segir. Ok, og músíkin, ertu þá sko sjálflærður á þessi, já það er á gítarinn aðalega. Já. Og þú veist ekki þetta típiska blokkflautunám og Nei, þetta var bara eitthvað plokk og ég svo sem var aldrei samt með eitthvað metnað til þess að verða einhver gítarleikari eða tónlistarmaður en ég fann fljótlega þú veist, þessu hljómsveitabrætti og ég er gaman að semja og búa til flott gítarriff og bara skapa svona já, þú veist, vera í hljómsveit og búa eitthvað til, það var einhvern veginn án þess að ég hefði sérstaklega metnað þess að ég ætla aldrei að verða einhver, þú veist, atvinnu gítarleikari sko. Nei, áttu mörg af lög sjálfur, hefur þið samið mörg af lögum Mínus og Já, þetta var náttúrulega í Mínus er þetta svona sameiginlegt verkefni en það er nú þannig að samt að sko í grunninn þá eru þau öll byggð á gítarriffum sem ég kom yfirleitt með svo kemur Bjössi með eitthvað trommutakt sem að
sem ég kannski hafði ekki séð fyrir mér bara eitthvað allt annað og hérna Krummi kemur með vokalmelodíun en jú, ég samdi mestmegnis á öllum gítarriffunum í mínus. Ég hef bara svona átt að mig á sköpunarkraftinum í þér. Já, hann er mikill. Og hefur alltaf verið svona drífandi. Já. Og hvað hérna kom aftur í þetta með exi, hvað ertu gamall þegar Máni þannig að sjanghæja þig yfir á þáttinn? Það sé ekki bara eitthvað 19 eða 20 eða eitthvað þess. Já, þetta hefur verið 98, það verið 20. Þú ert þannig sé kornungur að fara að tala í mikrofón og tala til landsmanna. Já, það er einmitt hérna, ég er bara með hann vikulega þátt hérna og svo verða hérna umskipti, það er að segja við vorum með tvíhöfða á morgnana sem svona morgun þátt á Exinu 977 og síðan kemur íslenska útvarpsfélagið einhvern veginn og stál þeim yfir á stöðu sem mér minnir að heiti Mono þá eða 877 en það var búið til sérstök stöð fyrir það sem heitir Radio alveg rétt. Þeir stáluðu þeim yfir og þá var allt í einu bara sagt við mig, heyrðu, þú eru að koma henni í dagskrána sko. Þá var allt í einu komin í þetta hérna, slott bara frá 11 til 3 eða eitthvað sem er svona fulltime vinna. Það gerist mjög fljótt sko. Og út af sko uppreist minni og tókstreitu við hérna Dauðarokks bróður minn þá hérna Hver var þessi Dauðarokksbróður? Hann heiti Gunnar Pétursson, hjúkrunarfræðingur bara svona eins og þú í dag bara settluður fjölskyldufaðir hérna það sem ég ætla að segja er að hérna ég fór svolítið á svig við að hlusta á þessa þætti ég var bara eitthvað inn í herbyggja að hlusta á Dean Martin eða eitthvað og einhverja klassík. Það var sérstakur drengur ég man reyndar eftir mómenti þar sem að ég er sennilega í 9. bekk og það er strákur eldri en ég úr 10. bekk sem að hérna við erum í rútu, við erum að fara í vatnaskói eða eitthvað svoleiðis og hann rífur með vasadiskóið til þess að fá að heyra hvað ég er að hlusta og hann bara fekk áfall og ítir á next, þetta var svona mínidiskspilar en þú gast skipað sko og hann fekk áfall að ég væri þannig mitt að hlusta á Dean Martin, Frank Sinatra Varstu lagður í einelti út af það? Nei, ég fekk frið en þetta þóttist náttúrulega sérstakt sko og þetta er ekkert að skána sko við hittum stundum í orklass og ef þú rífur að með vasadiskoðu þar þá kemst að því að ég er að hlusta á partítur eftir Bach og eitthvað svona meðan ég er bara að hlaupa og pumpa sko. Ég skil það svo sem máli, það kom náttúrulega setna hjá mér sko, þá bara breikkaði tónlistarspektrumið og maður fór að hafa smekk fyrir miklu meira heldur bara gargandi döðarokki sko. Og sama hefur gerst hjá mér ég er farin að vera opin fyrir einhverju sem ég lagði fæð á áður ég er farin að hlusta á System of a Down bara frábær tónlist Algjörlega, þetta er merkið mikið þroska Ariel, það er eitthvað að gerast hjá þér Það er eitthvað að gerast en það sem ég ætla að spyrja þér að þú ert í þessum útvarpsþætti á Exinu og mér áma nú í að þetta hafi verið svolítið mikið svona spaug, spé og svo í bland við rock þú vorst ekki að taka á einhverju samfélagsmálum á þessum tíma eða það? Já, sko, jú, það er 2008 þá maður náttúrulega búin að vera þarna í 10 ár þá byrjuðum við með útvarpsþáttinn Harmageddon, ég og Máni bara einhvern tímann snemma árunni 2008 þannig að ég veit mann eftir því alltaf að við vorum í stúdíónu með Harmageddon þegar Geir Haarde blessaði íslensku þjóðina og bankarunni var í október 2008 þá vorum við búin að vera í nokkra mánuði með þennan þjóðfélagsumræðu þátt sem var svona alls konar en það gerist einmitt þetta er eina skiptið í lífi mínu sem ég fengi uppsagnarbréf eftir hrunið þá var okkur mána sagt upp á Exinu 977 og okkur var búið bara, þið ráðið hvort þið viljið vinna uppsagnarfrestin eða bara hætta núna og við ákveðum bara, við tökum uppsagnarfrestin hvort þið ekkert annað að gera og það er svo mikill hiti í samfélaginu og alltaf brjálaðir tímar, rosaleg gerjun og við þurfum að taka svona heit topic samfélagsviðtöl og náttúrulega mestmegnis eitthvað tengt þessu hruni og þátturinn bara skyrocketar alveg sko, þannig að þegar við sem sagt erum að ljúka þessum uppsagnarfresti 3 mánuði síðar þá er bara sagt ykkur, þið bara haldið áfram þetta er náttúrulega, við bara fengum annan samning það er málið þannig við fengum uppsagnarbréfið en hættum aldrei og það var bara þá fór þátturinn á algjört flug þið náðu bara í raun og vera stækka hlustendahóp kannski út af stöðurinnar algjörlega og það var
Þá hefur komist á bragði með það að með því að taka svona með því að stinga á kýli þá eru margir sem að vilja hlusta. Já, algjörlega. Þarna hefst sú vegferð. Já. Og þið náðu að gera eitthvað mat úr því árið 2008 og hvað gerist svo þegar ríki fyrir að setjast í þjóðfélaginu og... Já, bara taka önnur mál við og við fjölluðum mikið pólitík og kostningar, ég man ekki hvað, það voru margar kostningar sem við fjölluðum á þessum tíma. Þetta var mjög tíð stjórnarskipti. Heldur betur. Þannig að það var alltaf, það voru alltaf einhver heit mál einhvern veginn í deglunni sem að var gott fyrir Harmageddon að fjallum og þannig að þátturinn var alltaf mjög relevant, sko. Ef ég hefði ekki verið í þessu rifrildi við bróðum minn um hlustun og hefði hlustað á, hefði ég getað heyrt einhverja slagsíðu í þér pólitíska, voru þið mjög hlutlausir eða voru þið var einhver slagsíða á ykkur félögum? Já, sko, að að segja margir sé mjög hægri sinnaðir í dag, sko, og það getur alveg verið að það sé eitthvað til því. Og varst svona andófsmaður? En það var ekki þannig, þarna voru aðalega, sko, drulla yfir Sjálfstæðisflokkinn og svona, þetta hefur þróast til betri vegar með aldri og þroska þá verður maður íhaldsamari og þetta liberal kjaftaði núna meira í svona í skotskífunni hjá mér. Ekki það að ég segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé eitthvað æðislegur, sko, langt í frá, en hann þó ekki alveg jafn illa gegnsýrður af þessari liberal hugmyndafræði sem að ég tel vera aðal meinið í pólitík í dag. Svona identity politics. Já, algjörlega. Anarkisti, mætti ég kalla þig það þegar þú varst að stíga þín fyrstu skref hana í útvarpinu? Já, það má alveg segja á einhverjum tímapunkti hafi verið þannig, sko, mikið svona andstæður. Já, ég man nú eftir að hafa lesið einhverja greinar, sko, á einhverju túbuskjá, sko, einhver tíma rétt eftir aldamót og skrifaði ekki ná, var það vandrú.is eða andríki eða eitthvað svoleiðis, eða ekki? Já, ég var allan í þessum vandrúfélagskap, sko. Já. Og og svo var maður með einhverja pistla í fréttablaðinu eitthvað tíman og en það má alveg segja að ég hafi oft skipt skoðanir, sko. Það hefur átt sér breytinga það ekki í tengslu við vantrú, þar að segja að þú skrifaðir einhverja greinar þú varst ekki hrifinn af kirkjunni eða kristinni trú yfir höfuð? Það var nú einn þáttur eða einn liður í þessari Harmageddon vegferð, það var, sko, þetta herskáa trúleysi mitt og rosalega mikið að gagnrýna trú og trúarbrögð og kirkjuna. Hvaðan kom þessi hefti eða óbeitt? Þetta kviknaði hjá mér eftir 11. september þegar rann einhvern veginn upp fyrir mér að það eru sem sagt maður bara eins og fiskur í vatni, sko, maður veit ekkert af sér, sko, þegar maður alast upp bara í kristnu samfélagi. Svo koma íslamistar öfgamenn sem að gera hryðjuverka árásir á vestræn ríki og þá fór maður að hugsa hverju trúa þeir eiginlega, skilur, og þá fór svona að rennu fyrir mér hvernig bara það skiptir bara máli hvar þú fæðist í heiminum, hverju þú trúir, það breytist eftir hvar þú fæðist, sko. Akkurat. Þannig að það getur nú alltaf verið að þessi til einhver alvöru guð, þetta nú frekar mennirnir hafi búið þetta til heldur en guð hafi búið til mennina, sko. Það þessi hugmynd kemur og ég fór að litast svakalega af fyrirmyndar mínar í lífunu á þessum tíma voru rithöfundar og blaðamenn eins og Christopher Hitchens, sem ég myndi ennþá segja samt að sé alveg svona eitt mesti áhrifavöldur á hugsun mína. Og Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett, svona þessi voru kallaði nýju trúleysingarnir og þetta var bara, ég var bara heldtekinn af þessu. Og þurftir að fitta í stereotypuna, döður og sveit og... Já, ég veit ekki, þetta er bara einhvern veginn, þetta var bara mínar ær og kýr og ég var alveg svona, þess að segja, herskár trúleysingi og var líka, þú veist, þetta náttúrulega bara ekki eins víðsýnn þá eins og ég hef sem betur fer
orðið víðsýnni og þroskast eitthvað á síðari tímum en það sem sagt þetta verður alveg svona partur af mínu bara sjálfsmynd minni sko, að vera þessi trúleysingi þetta var bara þú vorst á einhverju vegferð og margir sem sögðu við mig sko, þetta bara þín trúarbröð Frosti, þú veist, þú ert alveg slæmur og ég bara gleymd þessu, þetta fáránlega afstæða en ég er orðin meira sammálaði í dag sko. Þetta er nákvæmlega þau orð sem ég sagði við bróðum minn sem að leita upp til þín og var sjálfur líka mikill vantrúa maður sko. Ég bara, þú ert að biðja til þessa Guð svo ofta á dag sko. Þetta er ákveðin trúarbröð sko. Það er bara þannig og það er svona hugmyndafræði sem að verður svona dogmatísk og einhvern veginn maður mælir allt út frá þessum sjónarhóli. Hverju trúður á þessum tíma varstu nýhílískur eða þar að segja sástu fyrir þér að þú myndir ganga á þessari jörð og svo bara verða engu eða bara, það væri bara og það væri raun og veru bara beautiful sko fallegt að hvernig náttúran skapar okkur og við bara vera þakklátt fyrir þann tíma sem við höfum en síðan það bara búið sko, það er ekkert meira en það og það er bara barnalegt að halda öðru fram. Sko ef maður lifir eftir því þá að því gefnum maður hafi ekki þeimun sterkara og ríkara sko innbyggt siðferði þá er maður kannski ekki jafn mikið að velta fyrir sér afleiðingu gjörða sinna eða hvernig maður haga sér í þessu lífi að þegar enginn til að dæma mann eftir þennan dag kendi þetta kannski þinn svona lífstíl á þessum tíma? Var ekki eitthvað svona sukk og eitthvað vesen? Nei. Ég var alveg staðfastur í því sko að siðferði trúleysingja væri miklu sterkara heldur en kirkjunar manna. Og það væri bara að því að sko manneskjur væru í grunninn góðar og þú þyrfti bara að svona hafa fókusin á svona humanískum siðferðilegum gildum og raun og veru væru trúaðir bara þeir væru blindir og þeir væru sko hvernig ég orða þetta aftur sko, þú getur fengið trúaðan mann til að gera ógeðslega hluti ef hann trúir því heitt og innilega að þetta sé Guðs vilji sko, að afhöfða fólk og eitthvað svona en trúleysingin skilur hann stoppar þar og segir þetta er ekki humanist sko. Ég er nokkuð vissum að sovjetmenn hafni þessum rökum algjörlega á sín tíma en svona sá ég þetta þá sko. Og en ég trúi því í dag að trúin á eitthvað aðra geti alveg sko, hjálpa manni að hafa siðferðis áttavitan einhvers staðar á réttu róli sko. Hvað gerist í millitíðinni? Ertu kristinn í dag eða? Já. Ég fór bara sveppatripp. Það var það. Nei, hættu nú alveg. Mjög stuttumáli. Þá gerist það að ég fer í svona hugvíkandi meðferð. Þú gerði það? Já. Ok. Það var árið 2020. 2020. Já. Og þá sko ég mani til að sá sem að leiddi mig í gegnum meðferðina hann spurði mig eftir, hann sagði bara fannstu fyrir Guði? Og ég bara, nei, þetta er hvað bílar þetta er alltaf, þetta var trúleysingin Frosti sem að mætti þarna í þessa meðferð en svo svona eftir þetta þá fann ég svona ég var ekki lengur viss trúleysið mitt það var ekki tekið frá mér þarna sko en ég fann bara að maður upplifir mjög sterkt að það sé eitthvað þarna sem að snertir mann sko. Þetta er alltaf kannski umræði sem við förum ekki djúpt í hér Nei, ég er svo ofbúslega skeptískur á sem bara sveppatrippa en þetta er alveg sko stórkostlegt undur sko. Það er þessi lífsreynsla er eitthvað sem ég myndi ekki vilja vera án sko, og ég myndi mæla með því við alla að reyna að finna eitthvað hjá sér að prófa þetta einhvern tímann því að þetta er algjörlega uník lífsreynsla Varstu orðin bindindismadur svona straight edge á þessum tíma eða ekki? Og ég var mjög svona þetta var í mínum huga mjög varhugavert og ég náttúrulega ætlaði ekkert að gera þetta en ég fór
í mikla rannsóknarvinnu, ég man ekki alveg okkur það byrjaði sko, en og ég fór að taka viðtöl við alls konar sérfræðinga, breska prófessora og svona, þetta allt til inn á vísi.is, Robin Carhart Harris eitt viðtali sem tók og fleiri sem voru búin að vera leiða svona rannsóknir í King's College minni mig og eitthvað, þú veist, og það, þú veist, og ég fæ bara svona þær upplýsingar að psychedelic efni eru ekki, þau eru ekki bara, þú veist, í sama flokki og fíkniefni. Þetta kveikir ekki á þessum fíknivökum. Já, það er að segja, þetta er hugbreytandi en þú verður ánýtjast ekki, minnaru. Já, sko, já, þú veist, þetta, og hugbreytandi er orð sem ég myndi ekki nota, ég myndi nota hugvíkandi, en en þú ferð ekki í eiginlega vímu, heldur ferðu að fara inn á einhverja lendur heilans sem að fer með því aðra vittir. Andskotansrugl. Þegar maður lappar bera ofan eftir Suðurlandsvegi eins og Gummi Emil gerði, þá skaltu ekki reyna að segja mér að maður fari ekki í vímu. Nei, sko, það er, þú veist, ég myndi ekki kalla það vímu, en þú fær klálega að sjá einhverjar aðra vittir og þetta er allavega að vera til þess að ég fer svona í fyrsta skipti að efast þetta einarða trúleysi mitt. Er það við það að þú upplifir þarna að sjá það sem að við höfum fyrir framan okkur hérna, það er bara áþreifanlegur heimur, freka konkrétt og svo ferði ég eitthvað ástand þar sem að þú sérð einhvern veginn, ef við setjum okkur í svona The Matrix, þetta er ekki alveg svona. Algjörlega, og ég sé heim sem að eina sem ég veit bara, ég get ekki ímyndað mér þetta. Það er ekki hægt. Ímyndunaflið mitt getur ekki búið þetta til, sko. Það var hann, og ég er að sjá bara greinlega aldrei orðið nógu fullu. En þetta var bara svakaleg reynsla og síðan liðu nú einhver ár en byrjum við hvernig var þetta? Nei, sko, já, og þetta er 2020. Já. Og þá fer ég að upplifa síðar svona þegar tíminn rennur áfram að þá er ég jú sennilega kristin trúleysingi, eða þú veist. Já, þú ert hrifin af menningarlega kristin, hrifin af hugmyndafræðinni og svona lífsreglunum. Það fara svona að línast allar þessar hörðu skoðanir mínar gagnvart kristinni kirkju. Já. Ekki það ég orðið kristin og trú var bara eittur og bingo heldur, ég fór að jassa niður þessa dómhörku mína í garð kristinnar kirkju. Okay. Og svo fyrir við að tala um að gifta okkur, ég og frúin. Já. Og við giftum okkur 2021 í kirkju og þá voru ég búin að skrá mig og alla fjölskylduna í þjóðkirkjuna. Já. Áður en það gerðist. Þetta var alltaf rosa mikið atriði að vera alls ekki í þjóðkirkjunni og fekk konuna mína á sínum tíma til að skrá sig úr þjóðkirkjunni og þannig að börnin er ekki sjálfkrafa skráð í þetta og svona dót. En þarna skráðum við bara fjölskylduna í þjóðkirkjuna, giftum okkur með prest í kristinni kirkju og svo fór ég 2022 í aðra svona hugvíkandi meðferð og þá var ég bara snertur af Guði, bara þannig og ég, það er bara þannig. Já, og ég þá er trúleysi tekið frá mér alveg. Já, já. Bara, þá er það ekki lengur neitt vafi, sko. Ég bara hætti að efast tilvist æðri máttar. Magnað, sko, með hugvíkandi efni eða psilocybin eða þetta sem er í sveppunum, sko ég skal kaupa það að í einhverju hræðilegum PTSD svona fyrir einhverja hermenn sem hafa upplifið eitthvað hræðilegt að þú sé gott að laga það með svona meðferð. Ég skal vera með opinn huga gagnvart því að það sé mögulega sniðugt. Varst þú sjálfur að glíma kannski við eitthvað PTSD þarna á þessum tíma, þú veist, hvernig var það, nú þekki ég ekki þína tímalínu alveg nógu vel, en þú lendir í því á einhverju tímapunkti þar sem að þér er eiginlega bara cancelerað, þannig, þú lendir í einhverju uppgjöru úr fortíðinni og þarft eiginlega að ganga svona bara svolítið eftir veggi með það ekki í einhver tíma það er miklu seinna, sko. Það er miklu seinna? Já, það er síðar. En sko það sem að ég var þegar ég fór í þessa meðferð þá
sko, það hafði opnast á sko að ég geti einhvern veginn tekist við áfall sem að ég var fyrir þegar ég var rúmlega 20 þá fór pabbi minn í mjög skyndilega og óvænt í bílslýsi og alls konar skrýtnar og erfiðar tilfinningar sem að því tengdust og var svona ég var lengi einhvern veginn að bæla bara niður og en svo var þetta orðið eitthvað svona sem að ég hélt að ég fekk einhverjar upplýsingar það geti verið gott fyrir mig að einhvern veginn að vinna úr því með svona aðstóð þessara efna. Varstu búin að reyna það með samtalsmeðferðum og einhverjum svoleiðis og ekkert gagnast? Nei, það svona sá valla högg á vatni eða þannig og þetta gerði alveg stórkostlega undur í því samhengi sko. Ég fekk alveg svona sakalega gott svona closure á það í þessari fyrstu meðferð 2020 en já, þú veist, ég er ekki að sitja og mæla með því að það fari allir á sveppatripp sko. Nei, þá er líka bara klippað út ég er alls ekki að segja það sko yfirleitt þá þetta er náttúrulega fólk þarf að finna þessu eitthvað tilgang og vera með sko ásetning sem að þjónar þú veist, tilefninu og þá alltaf aldrei að gera þetta öðruvísi heldur en að vera undir handleiðslu meðferðaraðila sem að kann þetta og þekkir Svo maður endi ekki bera ofan út já, klálega þannig að ég er ekki að mæla með því að fólk sé eitthvað bara að fikta með þetta og gera eitthvað tilraunir sjálft sko. Þetta er lykilatriði að vera með réttan ásetning og fara vel undirbúin í þetta með meðferðaraðila sem að veit hvað hann er að gera Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. En svo við komum aðeins inn á það sem ég aðeins snert á áðan. Þegar þú ert mjög fyrirferða mikill í umræðu með þína útvarpsþætti og líka bara svona mikill samfélagsrýnir og svo gerist á einhverju tímapunkti að það er eitthvað draugur fortíðar sem sækir á þig og þá lendur í því að þér er svona hvað heitir að vera kanselera útskoðaður eða það var allavega gerð mjög heiðarleg tilraun til þess að kansela mér má segja það en missur þá jobbið og Nei, það er ekki alveg þannig þetta er bara sko, þetta er alltaf þarna er að ganga yfir þjóðina myndi ég segja mikið æði sem að kallaðist MeToo-byltingin það sem að leikreglur samfélagsins voru bara endurskrifaðar á einni nóttu og reglur réttaríkisins og allt þetta með að menn er rétt á sanngjarnri málsmeðferð og svona fór bara út gluggann og það var svona það var búið að sko sá jarðveginn þannig að sko fólk skildi þetta með þeim hætti að þú mættir ekki efast frásagnir, þú veist ef einhver kona ásakaði eitthvað sko þá verður að trúa því alltaf alveg sama hvernig það kemur til og þannig er þessi jarðvegur þegar að ég sem sagt ég myndi alveg segja að ég var búin að vera í Harmageddon að gagnrýna femíníska baráttu að mörguleiti og þá tek ég á fram það getur enginn skilið það á mínum málflutningi nokkuð tíma að ég sé að ég sé á móti konum sko eða þessi einhver kallaremba eða neitt hannig en ég gagnrýndi kynjakvóta sem ég fannst astnalett og lítið lækkandi fyrir konur raun og veru þú veist og umræðan launamun kynjana þú veist var alltaf mjög skökk og brengluð þegar og það íkt og eitthvað svona og ég er svona þessi gaur sem er alltaf gagnrýna það og þessi feministar hreyfing er alveg brjáluð út í mig sko og ég talaði tálmunarmæður og það voru nú alveg svona samtök sem að gerðu bara út á það að aðstoða konur sem voru að tálma umgengni feðra við börnin sín sko
Þú hefur stuða marga á Já, ég þessum gaggrindi tíma það sko og í gegnum þá hvaða í gegnum Harmageddon og í Ísland í dag þar sem ég var komin á stöð 2 og gerði fréttaskýringar svona sérstök mál í því. Fékkst aldrei svona bátt fyrir að þú ættir að halda innan einhvers ramma og frá yfirmönnunum? Nei, ekki þannig en sko en ég fæ sem sagt það veist að stöð 2 til dæmis og það eru hann að samtök sem þetta Líf án ofbeldis sem að fara í herferð og vilja náttúrulega fá mér bara rekinn og allt þetta og þær fara í það sko að senda svona messenger posta á bara þú veist allar konurnar á vinalistanum mínum á Facebook bara random sko bara hæ áttu ofbeldisföður á Frosta Logasinni hæ áttu við erum að leita ofbeldisföður á Frosta Logasinni bara svona brjálað dæmi sko og upp úr því kemur á endanum þá er fenginn til að koma fram fyrirverandi kærasta sem við höfum slítið samvist 10 árum áður og það er bara svo ég segi eins og þetta var lágpunktur í mínu lífi, hún hefði haldið framhjá með svona frekar rætnum og ljótum hætti og ég brást illa við því og sendi tölvupósta þar sem ég fór yfir strikið. Já, ég man nú eitthvað aðeins eftir þessu máli og þetta var svona mál sem var svolítið fyrir opnum tjöldum þarna var bara ein hliðin á því náttúrulega og karlmenn mega ekki vara fyrir sig þannig ég það bara segja bara ég gengstu því sem ég gerði og þykir það mjög leitt en ég get ekki fara að benda en hún gerði þetta og hún gerði þetta nei. Það kom ekki til greina þannig að þá var ég bara í þeirri stöðu að ég fer í leyfi frá stöð 2 og það var svona eitthvað verið að svona þreifa hvort að ég og þessi fyrirhundi kærasta getum náð sáttum og svona en það var alveg greinilegt að markmiðið var hinum megin allar svona sátta tilraunir þeim var bara svarað af þessum hóp í heild sem kom með alls konar tilkynningar að kemur ekki til greina eitthvað þannig að þá svona endar það þannig og það er þarna á þessum tíma þegar ég er í þessu leyfi að þá fara að hafa samband að var einmitt hann Hólmgeir Austfjörð eða Geiri 900 sjómaður í Vestmannaeyjum mikill snillingur sem að hann hefur væntanlega bara haldið að ég væri búin að missa vinnuna eitthvað þannig að hann fyrir að senda á mig viltu ekki bara koma á sjóinn? Já, bara einhver sem hefur verið að hlusta á þig og kunni vel við þig Já, og ég hef kynst honum aðeins því að vera í Vestmannaeyjum og svona og hann er á einhverju loðnuskipi og hann var eitthvað að tala að reyna að finna fyrir mig eitthvað pláss einhver staðar eða eitthvað og ég sagði þá bara, nei, ég er náttúrulega að byrja að bíða, reiknaði bara með að fara að vinna aftur í fjölmiðlum innan skams. Þannig að ég afþakkaði það nú að sinni, en þetta sáði einhverjum fræjum hjá mér svona. Þá var ég komin með svona hugmyndum að þetta er eitthvað sem ég yrði nú að prófa einhvern tímann. Ertu þannig að koma með, þú er komið þannig með konu og allan eitt barnið það ekki, eða? Nei, 2 börn. Við vorum bara með svona pínulítið unga barn heima þegar ég lendi í þessari árás sko. En þannig að við erum með lítið barn og ég tók eitthvað fæðingarólof og eitthvað svona en svo þegar það er útséð með það sko að sko hugmyndin þeirra var alltaf sko að reyna að koma mér út úr fjölmiðlum og það er öllu sko að sjá til þess að ef ég kemur þann aftur og þá er sko ráðist á fyrirtækið og allt þetta að þá hugsaði ég bara herðu ég bara, akkur fer ég ekki bara á sjóin og við bara settumst niður ég og yfirmaðurinn og kláruðum bara smá svona starfsloka samning. Það var ekki verið að setja þér stólinn fyrir dyrna á vinnuveitandanum. Nei, það var ekki þannig. En þú varst farin að finna pressu. Já, það var þannig að það var mjög erfitt fyrir þau að setja mig á skjáinn sko, með þetta lið þarna og með heikvíslarnar á lofti sko. Og þetta er þetta svona hugsandi þetta í dag, það var þetta náttúrulega bara svona frekar sturla tímabili í sögu þjóðar. Já, og það var erfitt fyrir því að bæja þessu frá þér sko. Það er eitthvað hlaupið á því þannig löngu áður og sækir á því svona löngu seinna sko. Já, þetta er bara En ok, þú færð þannig að boðum að koma á sjóin eða þú ert allan að spá í það gerir samkomulega við þinn fyrirhandi vinnuveitanda og þá var ég sem sagt ég man ekki hvernig það var alveg en þú veist, ég var eitthvað að hugsa
ég kannski nefndi ekki alveg að vera að fara til Vestmannaeyja sko, til þess að vera að stunda sjó þar sko, og en mér langaði til að prófa þetta, þannig að ég hringdi einhver símtöl og talaði við vin minn Pallarhein sem að starfar hjá Vísi Grindavík, og hann sagði strax við mig, Frosti, ég með fullkomna áhöfn og bát fyrir þig, sem var samt ekki Vísisbátur, heldur það bátur sem gerður út af Einhamri, Einhamar í Grindavík. Hvaða bátur var það? Það Vésteinn GK. Vésteinn, já. Og ég vissi ekkert af hverju hann vildi meina að þetta veri fullkomin bátur fyrir mig, en hann sagði, þeir eru allir edrú borð, strákanir, og mjög skemmtilegir, og þetta eitthvað sem að ef þú vilt prófa sjóin þá prófar þetta þarna. Þetta svona línubátur, þetta eru þessar Kleópötrur eins og það er kallað, og hvað voru fjórir á og hvað, 20 rekkar hátt í 20.000 krókar sem að leggur línuna og úthaldið, hvað voru lengi? Úthaldið, það var svona miðað við að úthaldið væri 2 vikur. 2 vikur, og það er bara dagróðrar. Já, basically, þú veist, ef þú fórst með tvöfalt magna beitu, þú gæstu lagt 2 sinnum, sko, kannski, en yfirleitt var þetta bara 1 róður út, leggja línuna, draga og landa síðan. Út kannski 4-5 að morgni og sent að kvöldi komnir í landi, eða hvernig var þetta? Ég man ekki alveg, yfirleitt fórum við svona kannski 9-10 kvöldið, siglum út og hendum okkur aðeins í koju eftir lögnina og erum síðan ræstir 4 tímum síðar eða 3 eða eitthvað, til en síðan mánunda, og það er þá þú veist klukkan 5 morgunin eða eitthvað, og svo er bara dregið til einhvern tímann í eftirmiddaginn og siglt í land. Og á þessu 2 vikna úthaldi sváfuðu alltaf borðið bátnum með það? Já. Og þetta er einmitt fyrstu 2 vikur, eða þessi fyrsta úthaldi mitt, ég man að þá var einmitt. Varst ekki bara svo aumingi eða? Jú, ég var algjörlega óvanur, bara landkrabbi dauðans, og það eru ofta í þessum úthöldum að þá kannski einhverjir dagar sem dett út af brælu eða eitthvað svona, en fyrstu 14 dagar mínir voru bara alveg sleitulaust, bara ping, 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 ekkert break, og ég man í fyrsta róðrinum þá að því ég er náttúrulega bara settur að flaka, sko, þú veist, að því að maður kann ekkert á að vera á gognum eða settur ég að blóðgá og slæja blóðgá og slæja, segi ég, og þá lendum við í, tökum einhver 7 tonn af grálúðu, sko, sem er alveg fatalt dæmi að vera að slæja það, sko. Hún er mjög sleip, þetta er mjög erfitt. Og ég, ótrúlega úliðinir mínir höfðu það samt alveg af, sko. Og þú fikk sinaskeiða bólgu þannig á fyrstu dögum? Ég hefði getað gert það, en ég hafði þetta af, sko, og þeim fannst það mjög merkilegt. Þetta er ekki skemmtilegusti fiskurinn til að slæja. Nei. Og þetta verður bara ævintýri lífsmíns. Ég er náttúrulega borð með, sko, mestu snillingum sem að eru í flotanum, vil ég meina. Þeir tókuðu vel? Já. Skipstjórinn Theodor Ríkarsson, Teddy, og Mikael Tamar Eliasson er vélstjóri, og Tobbi Rocklingur, Þorberg Einarsson stýrimaður, og þessi strákar náttúrulega bara, þú veist, við vorum hlæjandi allan sólarhringinn. Það er þannig? Bara í 2 vikur alveg straight. Þetta var svo ótrúlega skemmtilegt. Sást þú kokkaríð? Nei. Það er nefnilega, og það var nú saga að segja frá því, að því að, sko, á þessum tíma þá er ég grænmetisæta. Ég var svona rosa vók, sko, það var bara rafmagnsbíll og grænmetis, mátti ekki meða dýrin og allt þetta, sko. Og ég reyndar, sko, að grænmetisæta sem borðaði fisk, og þegar ég ráðinn á bátinn, þá hugsaði ég, ok, ég meina, ég get alveg borðað endalaust af fiski, og svo ef þeir eru komið með kjöt, þá bara narta ég í meðlætið, og þetta verður ekkert mál. Og svo frétti ég að það var Tobbi Rocklingur, hann talaði við eitthvað félaga minn sem var að segja, já, Frosti, hann er að koma borðið geggjaðan bátmaður, og sko, það er, sko, besti maturinn, við borðum aldrei fisk, það er aldrei fiskur hjá okkur, bara kjöt. Og ég bara
ég kunni ekkert við að vera að segja frá því eitthvað, eru smá vandamál, ég borði ekki kjöt þannig að bara svona hugmyndafræðilega seðli sem þú borðar ekki kjöt á þessu tíma þannig að ég bara, við förum út og ég var svo sem ekkert viss hvernig ég myndi leysa þetta sko, en svo byrjaði það að elda og ég svona segja svona, ég reyndar hef ekki borðað kjöt í 10 ár en ég læt mig hafa það sko. Já, þú varst ekki að fara að vera hérna hver grænmetisæta. Nei, ég ætla ekki að fara að vera einhverjar sérþarfur og hvað rugl sko. Þannig að en svo kemur á daginn að Teddy bara, kona mín náttúrulega besti kokkur í veröldinni, hún lærður matreiðslumaður og þar fyrir utan bara svona sælkera unaðskokkur sem að ég bara ótrúlega vel giftur hvað það varar en Teddy, þessi sjókokkur og skipstjórn á bátnum hann kemst alveg með það sem kona mín hefur hæluna sko. Já, það það hann bara virkilega góður kokkur og þannig að ég bara borða kjöt þarna í öll mál næstu 2 vikurnar og þú veist þarna í mánuðina eftir og hef allar götur síðan sko. Ég bara hætti þessu grænmetiskjaftaði og ekkert verið með nagandi samviskubit nei, þessu var bara skólað úr mér hver öðru skít þar næstu komin úr þessu bómullar umhverfi að vera mitt fyrir framann einhvern hljóðnema og mættu bara út á sjó kynnist raunhagkerfinu og bara étu kjöt mér datt ekki í hug að fara að vera með einhverja svona reykvíska landkrabbastæla og ég reyndi bara að gera allt sem ég gat til að standa mig og þetta var náttúrulega gríðarlega, ég var svo heppin, ég var ekkert sjóveikur það munar miklu og menn voru alveg að gera ráð fyrir því að ég bara ælandi þarna daginn út og inn en ég verði ekkert alveg lausið það, ég notaði náttúrulega einhverja plástra á svona en þetta hamlaði mér aldrei ég held ég var einu svona ælt á sjó. En varstu búin að kynnast í að vinna eitthvað svona sambarlið, vannstu við hellulögn eða Nei, stíka niður einhverju símastörum eða eitthvað? Nei, ég hef alltaf bara verið í svona einhverju vernduðu vinnu umhverfi inn í hlíjunni og þú veist, fyrir utan alltaf bara bæjavinnuna í Garabæ, eitthvað svona gróðs þetta tré og eitthvað. Þetta er rosaleg umskipting að fara úr þessu verndaða umhverfi og svo bara beint út á sjó, sérstaklega á svona smábáta sem að hver hlekkur í keðjunni, þeir eru bara 4 hann skiptir gríðarlega miklu máli og hann þarf að leggja allt sitt af mörkum og jafn mikið og hinn, ekki minna og það er bara að þú kemst ekkert upp með fannstu fyrir þessu, þú ert mættur hann í akkorsvinnu, fannstu fyrir þessari pressu sko, ég ætla að standa mig jafnvel og hinnu Já, en þeir voru samt sko, komur fram með mig alveg eins og okkar súkkulaðibólu samt held ég en ég var samt alveg staðráðan að reyna að draga þá ekki niður þannig ég var bara alveg á fullu og ég held ég hefði staðið bara ágætlega þannig sko, án þess að vera með þú veist, alla þekkinguna sem að þarf þú veist á uppstokkaranum og svona, þú veist, það held ég erfitt jobb sko sem að þú nær ekki eitur og bingo Nei, það tekur langa tíma að þjálfa upp góðan sjómann og en þú veist, ég var alveg ég bara baðist ekki undan neinu og gerði bara það sem ég var beðin og þetta var náttúrulega bara eins og ég segi aftur ég hefði ekki getað fengið betri félaga til sjós bara tóku mér opnum örmum og kendu mér allt sem ég þurfti að læra. Hvað gerðist í kollinum að þegar þú vart komin í þetta umhverfi? Nú þekki það til dæmis bara sjálfur að vera út á sjó og þegar þú vart á dekki og niður á millidekki á fristitóra og þú vart bara einn með útvarpið með peltorinn á hausnum og þá alltaf kollurinn á fullu. Þú hefur mikinn tíma til að hugsa. Fannstu fyrir því sjálfur, varst að gera upp einhverja hluti úr þínu lífi og eitthvað svona var þetta svona sálrænt reynsandi að fara út á sjó? Já, það var það alveg 100% sko. Ég man bara mér leið alveg mér leið rosalega vel þarna var maður bara einhvern veginn komin í svona umhverfi þar sem að enginn þurfti að passa hvað hann verið að láta út í sér eða segja, það var allt látið flakka og þó ert lokaður inn í tildulega litlum bát þannig séð lengst út á Ballarhafi þá var frelsið þarna miklu meira heldur en þegar þú ert í landi og þannig ég man bara eftir að líða rosalega vel þannig þurftir bara að hugsa að vinna vinnuna þína
þú veist, það er bara einn fiskur hérna í einu sko sem þú veist, bara tekkar inn og bara fylla körinn og raða því og hérna, þannig að ég man bara ég upplifi gríðarlegt frelsi og vellíðan og svona, já, bara mér fannst þetta algjörlega stórkostlegt. Saknaru þess? Já, algjörlega. Það ekki? Já, ég ætla að vona að ég sé ekki búin að fara að mína síðustu sjóferð sko. Það er þannig, þetta hafði svona góð áhrif. Já, það er bara þannig að hérna, ég er hérna í þessu einhverja 6 mánuði og þá er konan orðin ólétt af okkar 3. barni. Já. Og þetta var svona svolítið erfitt fyrir hana að ég var alltaf 2 vikur í burtu, hún ein með börnin og ólétt. Var erfitt fyrir þig líka frá börnunum eða svona? Já, algjörlega, veist, maður hugsaði alveg, veist, ef maður væri í þessu þá væri maður hálft árið í burtu veist, og þá er það hálft ár sem hún sér ekki börnin. Þetta er gríðarlega fórnir sem þessi strákar færa. En ég var samt alveg mjög hrifinn af þessu og mér langaði til að ég fór að fá þessa hugmynd þetta með broadcastið og svona og það var, hugmyndin var bara að ég myndi halda áfram á sjó og gera podcast þegar ég er í landi bara 2 vikur úttalt og podcast í 2 vikur og hérna og það myndi bara passa vel saman. Var það vegna þess að þú kynntist frelsin út á sjó og hann var enginn að reitskoða þig og þið langaði til þess að vera þinn eigin fjölmiðill? Já, algjörlega og ég var mikið að hlusta á svona podcast og svona og hérna síðan gerist það í desember þetta ár og ég mani til dæmis kona mín keyrði minnur á flugvöll þá var ég komin á annan bát þá, það var komin á Háey sem ég gerður út frá Raufarhöfn þetta er GPG útgerðin á Húsavík líka stórkostlegur bátur og frábæri gaurar sem var með borð þar eru bræður sem eru svakalegi sjómenn Sævar og Sævar og nú færðu skömmi hatt já, nú færðu skömmi hatt ég veit þetta fáránlegt en þeir eru algjörðu snillingar ég vanulega þetta nafn sko þetta er bara ég skal fyrirgefa fyrir þeirra hönd ég ætti að rekja sko á Melrakkarslitu þetta er fáránlegt, já ok, allavega ég mann þetta áður að þátturinn er búinn sko og þeir eru miklu snillingar og síðan þegar kona mín keyrir minnur á flugvöll þarna í úthaldi í desember og þegar leið ég fer lappinn í flugstöðina og hún er að fara að keyra heim með strákana 2 í barnastólunum þá æla þeir báðir sko og eru báðir konum með gubbupest og hún keyrði heim sinns og var að glíma þetta var bara, hún var bara að þurrka upp gósbrunna ælur og ég farin út að sjó og svo meiri sér líka í þessum sama túr þá gerist það á öðrum bát hjá Vísi minnum að það hefði verið á stráku sem að fjall útbyrðis og hann týndist í Faxaflóa mjög sorglegt atvik og ég man eftir þetta var erfitt að því maður þekkti líka einhverja hjá Vísi og svona þetta var bara svolítið sláandi og konunni stóð ekki lengur á sama sko. Hún var rosalega mikið á konuna lagt það er það einu landi með öll börnin þau með elpest, hún ólétt menn að detta útbyrðis í stjettinni og svona og þannig að hún sagði bara hinga á ekki lengra þú býður mér ekki upp á þetta lengur ekki að meðan bara svona lítið nei, en hún hefði sagt hún hefði sagt að ég megi fara aftur á sjó þegar yngsta barn er orðið 5 ára þannig að ég ætla klálega að taka því tilbúið sko. sækir stífilinn aftur og já. Herðu ok, og þá byrjar þú hefur verið að hlusta yfir þig á Joe Rogan og Alex Jones og eitthvað hvað er það sem að ég allan að þú ert Joe Rogan Íslands eða ekki þú kýlir á þetta að byrja með ekki broadcastið, þetta er broadcastið já, það er bara byrjaður fyrst meðfram sjómennskunni sem sagt nei, planið var að gera það og ég var byrjaður að undirbúa þú veist, mann til dæmis þegar ég fer í úthaldi í desember og svona, þá held ég að vera komið með húsnæð og var að kaupa græjurnar í það og svona en ég byrjaði ekki með podcastið fyrir en held að það verið sent í janúar þannig að þá ég fór ekki aftur út á sjó eftir að ég byrjaði með podcastið sko. Varstu farin að sjá fram á það og þú myndir hafa í því á af broadcastinni að þar sjá já. Hún að tekna upp einhvern tekjustruktúr þar og svona já.
það var hérna en náttúrulega hugmyndin var náttúrulega sko, ég segja, það er alveg ágætis laun á þessum línubátum. Já. Þetta er náttúrulega eins og þú sagðir áðan, þetta er rosa mikil vinna og hérna en menn fá alveg helviti fínan launaseðil og ég sá bara fyrir mér sko, fyrst sá ég að þetta veri alveg geggjað að vera á sjónum í 2 vikur og síðan podcast í 2 vikur og saman myndi þetta vera mjög feitur peningur en síðan bara, eins og ég sé, vegna þess að aðstæðna þá þetta maður bara sætta sig við að gera podcasti full time. Já. Og hvernig var að fara af staði því? Varstu með, nú er ég átt að með á því sko, hver er munurinn á fjölmiðlamanninum Frosta og Exinu og eða úrst í Harmageddon og svo það sem þú ferð af þá vegferð sem þú leggur að staði á með broadcastið? Svo sem er það svona mikið til sami fjölmiðlamaðurinn, svona alltaf mjög gagnrýninn. Já. Og og ég er búin að vera gagnrýninn á Vogue, hugmyndafræðina og svona öfgafeminisma og allt þetta. Þú ert alveg líka búin að flengja sjálfstæðisflokki sundur saman svona í gegnum tíðina, þegar ekki? Já, jú, algjörlega. Og bara, þú veist, að vera kritískur og gagnrýninn og ég legg alveg upp með það að segja hluti sem að á þessum tíma það mátti bara hreinlega ekki segja ákveðna hluti í fjölmiðlum. Það er bara þetta var alveg svona dogmatist trúar ræði sem að samfélagi var einhvern veginn læst inn í og þetta var bara mönnum að cancela fyrir að segja röngu hlutina. Þannig að ég svona laði alveg upp með það, ég ætlaði bara vera mín eigin herra og geta sagt hvað sem er dettur í hug. Hefur einhvern veginn fengið fjölmiðlastyrk inn í broadcastið? Já, það gerist núna um daginn. Það gerist núna? Já, það er bara heldur að þú munir verða hlýðinari þá fyrir vikið? Nei, það er ekki. Þetta er ekki það er sko í grunninn er ég á móti þessu styrkjakerfi algjörlega. Þetta er bara enn einn útgjaldaliðurinn fyrir ríkissjóð og ég er þeirra skoðunar að ríkissjóður eigi að halda sér til hlés og vera bara að sinna algjörlega grunnþörfum samfélagsins sem að lögbundnum skildum og grunnþörfum. Ertu þá meina bara, þú veist, eins og bara löggjæslu, dómskerfi, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, punktur. Já. Ekkert meira en það. Ekkert eins og vegakerfi, bara. Já, þú veist, samgöngumál, einhverju leyti. En það er hægt að gera það með tollum. Þó að það sé hægt að gera það einkareikið líka, en það er allavega, það er svona mín lífsskoðun að stjórnmál eigi bara að vera til að sinna þessum grunnþáttum og svo eigi einhver svona hugðarefni stjórnmálamanna bara heimengstar annar staðar. Nú ertu, en sko eins og mokkinn sem að krítiserar það sem er ekki nógu frjálshyggju miðað. Já. Svo fá þér fjölmiðlastyrk. Já. Nú ertu bara komin í sömu spor. Er þetta ekki bölva raskat? Jú, eins og ég segi, þetta er ekki æskilegt og ég er í prinsipinu algjörlega á móti þessu, en það er hins vegar þannig að þegar ríkissjóður er búin að ákveða að hann ætlar að deila út 550 milljónum af skattfé almennings í einhvern fjölmiðla poll, sko. Já. Þá er náttúrulega hálf barnalegt að mér að sitja hjá og taka það ekki og láta alla samkeppnina bara, það er ég bara ekki samkeppnishæfur. Fair enough. Þannig að ég ákveð að þykja þetta á meðan þetta er svona, en ég er þeirra skoðunar að það er að afnema þetta kerfi hið fyrsta, en ég er ansið hræddur að það verði aldrei gert, en það er bara einhvern veginn þegar ríkissjóður er komin í svona rugl þá er aldrei aldrei hægt að vinda ofan af vitleysunni. Nei, þetta er nefnilega sko, það sem ég hef svo bátt með fjölmiðlastyrki og jáfnframt líka styrki til ríkisstyrki til stjórnmálaflokka er að sko fjölmiðill eða stjórnmálaafl veitir ekki sama aðhald af því að það vil ekki býta höndina sem að fæða. Þannig að þú þarft nú að þú þarft að halda fast í þín prinsip til þess að þú getur haldið áfram að vera svona gagnrýninn. Það er ekki, það er ekki þannig að við förum að dásama ríkisstjórnina því við erum að fá fjölmiðlastyrk, sko. Það er bara, ég hef það ekki í mér, sko. Það er ekki á þeirri forsöndu sem ég myndi einhvern tíma að gera það,
en jú, ég einmitt, þetta alveg rétt að þú veist, einhvers staðar svona lengst þarna á bakvið þá það náttúrulega fyrir blaðamenn sko, þá vilja þær ekki ráðast að þeim sem að þú veist, réttið þú veist, lifubrauðið sko. Nei, það málið sko. Hérna þú ert ekki alltaf óumdeildur þú hjólar í alls konar málefni eins og þú segir vókið og hérna þú hjólar í það sem að hefur kannski verið meira gildandi orðræða síðustu ár og eitthvað svona og svo náttúrulega færist pendullin reyndar eftir hérna og sá gluggi fyrir það sem að samþykkt að segja en þú tekur þátt í að vera á jaðrinum og draga gluggan eftir línunni eða þannig, skilur hvað ég meina það stundum einmannlegt sko við það að jaðarsetja þig þá kannski þéttur raðirnar af þeim sem eru þér sammála eða svipaþengjandi en þú fjarlægist örugglega geti ég mynda mér þeim sem eru alveg á endveru meiði Já, sko það ekki einmannlegt en það getur verið svolítið lýjandi og svona stundum þetta svona einhvern veginn þú veist, maður nennir ekki alltaf að vera nöldra og tala bara neikvæðar hluti sko. það er engum svona eðlislegt að drekja sér bara í því Lendur í því að fólk vilji taka debatt við þið bara út í búð eða í ræktinni Já, eða þú veist það nú samt sko þannig að fólki sem að drulla yfir mig í kommentarkjárunum það segir nokkið neitt þegar ég mæti þeim í búðinni sko en jú, það er alltaf einhverjir svona til sem eru til í að rökraða en það er allt annars eðlis heldur en liði sem að hart á móti mér þeir eru ekki að fara að bjóða mér einhverju rökraður hvort þið sko Nei, það er hérna blessaður virkur í athugasemdum sem er kannski erfiðastur Já, það er náttúrulega, þú veist, ég myndi ekki segja erfiðastur þetta er náttúrulega bara sérstök hegðun einhvern veginn að þú leyfir þér að segja sko, svo svaðalega viðbjóðslega hluti þegar þú ert einhvern veginn að baka tölvuskjáðin en þú myndir aldrei gera það þegar þú værir augliti til auglitis við nokkurn mann Já, það er að því að þú getur sagt það sko við tölvuskjáin og þú færð ekkert instant feedback sko ef ég segi eitthvað ruddalegt til þig þá segi ég strax andlits svipriðin þín og breytast og hræddur kannski við móttökunar en hvað er það sem var svona rekuð áfram í því að vera að stuða og stinga á kýli og tala um þessi hugðarefni sem að eru það er miklu erfiðar að gera þetta heldur en einhver sem að bara svona flýtur með og er gúti og það er miklu einfaldar að vera Gísli Martin heldur en Frosti Logason Já, alveg örgulega ég hef bara þetta er bara þessi svona brennandi áhugi á samfélagsmálum og mjög svona áhugavert að fylgjast með samfélagslegri hegðun og þetta búið að vera afar fróðlegt að þetta COVID-dæmi það var til dæmis opnaði augumanns alveg svakalega fyrir mannlegri hegðan sem að ég gerði mér ekki grein fyrir að það er þessi svakalega hóphyggja sem að þú veist þegar við teljum, við trúum að eitthvað sé rétt að þá getum við breyst alveg bara í ansi svona miklar skaðræðis skepnur í þeirri vegferð einhvern veginn að verja það sem múgur og það er svona hópdáleiðsla þetta gerist líka í kjölfar bankahrunsins þá vorum við öll algjörlega sannfærð að starfsmenn þessara þriggja stóru banka hefðu allir verið skítælar og glæpamenn og dusilmenni Já og svo þegar maður skoðar málin aftur í tíma þá er ég átt að með á því sko að ég er 38 ára í dag það voru 26 og 7 ára drengi sem voru bara mætti í vinnuna og spiluðu kannski svona gróflega eftir einhverjum óljósum reglum þetta voru ekki með einhver lögbrot eða ásetningum slíkt en við vorum sem samfélagi alveg sannfærðum að þetta væru drullusokkar sem mættu ekkert enga réttláta málsmeðferð skilið þá eru við allt ína bara til í að hverjum er ekki sama þetta er bara einhver milljónamæringur sem er búin að maka krókin og hann má bara fara til helvítis og hvernig svona almenningur og massin er bara til í að vera sammála því að það sé góðu lægi að þó
sérstakur saksóknari eða efnahagsbrota lögreglan sko beigi einhverja reglur og hérna fari út af sko fari ekki eftir bókinni sko, það skiptir ekki máli, þú veit hvort þið bara með drullusokka sem og við svona heildin, meiri hlutin verður sammála þessu, það finnst mér mjög svona verðugt svona rannsóknarefni, hvernig við getum svona farið af leið og þetta sama á við MeToo hérna brjálæði sem ég nefndi áðan. Þá einhvern veginn, já, það allt í lagi bara, þú veist, það, hérna, má enginn verja sig eða neitt, sko, á enginn rétt á sanngjarnir málsmeðferð, þú veit, sakaður eitthvað, þú ert bara sekur og, hérna, og náttúrulega COVID, þá bara þessi ofurtrú á, hérna, að, sko, þetta sé allt satt og rétt sem að stjórnvöld og heilbrigðis yfirvöld gefa út, sko, sem hefur komið á daginn og var alls ekki þannig, það bara en við vorum öll sem dáleitt að elta þetta. Bara eins og með Gangnam Style, við dansuðum öll með. Já. En hérna, sko, ég upplifa sem svo að þú sért á þessari vegferði að þú ert að stinga á sér kýli af því að þú vilt hafa áhrif á samfélagið þitt. Þú vilt að samfélagið færist meira í áttina því sem að þér finnst vera réttlátt. En það ekki svolítið svona... Jú, ég var alveg örglað. Ég velti fyrir mér, sko, það væri langt þægilegast að bara fljóta með, vera bara að dansa með í Gangnam Style eins og allir hinnir með því að spyrja spurninga og rópa út á torgum og segja, heyrðu, hérna sjáðu ekki að keisan ekki í neinum fötum þá býrðu samt til klopning. Já. Þú nærð fólki úr hérna skrúðgöngunni sem er að elta keisarann og þú veist að koma einhverjur og eltaði og þá færist til normi eftir tíma, það þarf átök þarna í millitíðinni. Fyrst spyrðu aldrei þessar spurningar hvort þú sért of mikið að hræra bara í hérna drullupotnum? Jú, það hérna það getur alveg gerst en það er samt svona það varir í mjög skamman tíma svo tilfinning þannig að ég bara en jú það er bara, þú veist, stundum hugsa maður að hérna að væri, þú veist, maður þyrfti ekki að skipta sér af öllu sem maður telti vera ósangjant eða óréttlátt, sko, getur bara hérna látið sko snúið blinda auganu að því og hérna haldið áfram bara með hérna, ég var náttúrulega fjölskyldu og börn og allt það þannig að það spilar alltaf inn, þú ert að passa upp á þannig að en síðan einhvern veginn í enda dags að þá það samt einhvern veginn í mínum huga rosa mikilvægt að þú veist, hérna ef ég segi það ekki, sko, þá hérna, ég get ekki treyst í einhver annar að gera það og það er bara einhverjir ákveðnir hlutir sem að manni finnst bara einhvern veginn að það verði að vera sagt eða spurt ákveðnir hluti. Það þarf alltaf einhver að gera það, sko. Ég þekki rosalega marga og hérna og það er margir meðal annars ég sem að hafa það í sinni sál að það er einhverjir slægi sem að hugsa með sér að það væri nú ágætt að taka en ég þarf líka bara að komast heim í mat, sko, klukkan 6. Já, því miður þá hugsa það langt flestið þannig. Já. Það er bara þannig, en það er ekki gott ef það væri allir sem að hugsa svoleiðis. Nei, það er rétt. Þú ert með svona réttlætiskennd sem að drífu þig. Já, ég held að segja það náttúrulega allir, sko, sem er gríðarlega mikla réttlætiskennd og það sé eiginlega eina vandamálið þeir eru með svo mikla réttlætiskennd að mig ekki dömt sjá. Það er hérna oxymoron í þessu orði, sko, hérna réttlætiskennd vegna þess að hvað er rétt, sko. Já, það er sannleikur hvers og eins. Akkurat, og fólk getur orðið alveg blindað af svona réttlátri reiði, þú veist, en þó það hafi rangt fyrir sér, sko. Akkurat, allavega í auga náungans. Já. Eitt að lókum, ef þú ætlar að fara út á sjó seinna meir, Björn Jörundur, hann skellti sér á fullorðinsaldri í stýrimannaskólann. Hefur velt í fyrir þér sjálfur? Já, ég hef gert það. Mæli með, ég var þar, frábær skóli. Já, ég er orðinn 47 ára, sko, helviti gammalt til að fara í stýrimannaskólann. Björn sem miklu eldri en þú. Já, hvenær fór hann? Hann fór, að langt síðan hann fór. Það er svona, hann byrjaði 2017. Já, ok. Held ég. Hann er fæddur 1970. Já. Þannig að hann var 47. Hann 47. Þannig að ég gæti ná honum. En Bjössi er náttúrulega búin að vera á sjó alla sína ævi samt, sko. Þú veist, en ég hugsaði alveg,
Ég hugsaði oft bara djöfisins klúður var það að hafa ekki farið í stýrimannsskólan þegar ég var yngri, þarna þegar ég var í þessari sjómennsku þarna árið. Já. Og að því að ég fann að þetta var bara eitthvað sem að ég hef alveg getað hugsað mér að leggja fyrir mig full time sko. Það var bara eitthvað sem að vantaði kannski inn í svona þinn hugar heim eða... Já, á þeim tíma þegar ég var yngri þá datt mér þetta ekki í hug því niður, en nú er ég þeirra skoðunar og ég var alltaf þeirra skoðunar sko að þó ég hef ekki farið á sjó sjálfur þá ég maður verður að prófa þetta einhvern tímann, kannski prófa að fara einn túr á togara eða eitthvað, að því að þú ert Íslendingur að þá er það eiginlega svona skildaðinn. Já, þetta ætti eiginlega að vera bara svona eins og herskilda, það er allir að prófa að fara á sjó. Já, þetta er að prófa þetta og ég er algjörlega þeirra skoðunar, en svo eru bara ekkert allir sem að vilja leggja þetta fyrir sig, en þetta er eitthvað sem ég hefði alveg sérstaklega ef ég hefði byrjað fyrr sko, þá hefði ég alveg því að sérstaklega á þessum línubátum þá það er mjög slítandi og maður þarf að vera með mikla orku og mikinn kraft. Já. Og þannig að það hefði verið alveg frábært að fara í stýrimannsskólan þegar maður var ungur og vitlaus og hefði síðan þroskast og orðið góðu sjómaður sko. En nú ertu orðin eldri og þroskaðri, það er kannski meiri líkur á að þú haldið við efnið og fer í skólan. Já, ég myndi örugglega alveg eisa námið og taka það bara með trompi. Ég get það alveg sko núna þegar maður ronir svo segir svona þroskaðari, en nú er alltaf maður með öll þessi börn og svona. Það er álag. Já, en þetta er alveg í einhverju lífi sko, þá myndi ég alveg gera þetta. Ég er allavega spenntur að sjá þig fara allavega í pungaprófið eða eitthvað svona smálskipanám. Já, það væri ekki vitlaust. Nei. Herðu, Frosti, kæra þakki fyrir að koma, fyrir gott spjall. Ég hlakka til að fylgjast með þér í þinni vegferð sem fjölmiðlamaður, sem þinn eigin fjölmiðl. Já. Og ég hlakka líka til að sjá þegar þú fer næst út á sjó og vera að efna það lofar líka. Klárlega, ég get ekki beðið eftir að sýna þér það. Takk hérlega fyrir að fá mig. Takk.